Jæja, ég ætla að kenna ykkur á forrit sem heitir Fluidsum og við notum í fyrsta áfanganum í stýringum til að teikna og prófa. Ef það ekki hérna niður í eitthvað staðar eða skápborðinu, þá förum við bara hér inn í All Programs og finnum þetta möppi sem heitir Festo Didactic, opnum hana og hér kemur Fluidsum Pneumatics þessum 4.0 student version. Kveika því. Ég ætla að finna forritið eitthvað staðar og ég er með það hérna niður hjá mér tilbúið og þetta þá að líta eitthvað svona út. Það fáum við eitthvað svona. Opnum hérna Electrical Controls. Við þurfum að opna hérna neðsta gluggann. Það er textabóksi sem við notum töluvert. Ekki opna hérna ladder, það er ekkert komið að því. Þessi má vera lokað líka til að byrja með. Opna bréf þarf að halda. Þetta þarf að vera opið. Þetta. Og náttúrulega liðarnir. Við notum hérna svolítið ljósið hér og orkugjafan, power supply. Nú til þess að teikna, til dæmis einhver einfaldan hluta, þá setjum við bara hérna, smellum bara new hérna og það er gott að kveikja hérna á grid. Það er gott að smella hér á eða íta bara G á lyklaborðinu og þá kveiknar og slöknar með ítar á G. Þá rúður sér eitthvað reytunum. Síðan við byrjum alltaf á þessu verkefnum að ná okkur hérna í textabóksið þegar við þurfum að skella nafnin okkar hérna á. Verkefni 1 til dæmis og svo bara nafnið þitt. Ef þið viljið færa pendilinn niður í næstu línu og höldum bara niður í kontrolltakkanum þegar við ítum á enter og bara niður. Annars lokast þessi gluggi bara þegar við ítum á enter. Svo byrjum við að skella inn á rammastengingum hérna, pluss og mínus, og reynum að hafa þetta hérna allt beint og fínt. Þetta er seguleyði relay. Það er hægt að byrja að setja hlutin inn á sem maður ætlar að nota. Startrófi. Passið ykkur á hérna, þetta er ekki sami hluturinn hérna, push button og detent. Þessi festist inn eða rítán, þessi kemur alltaf tilbaka. Það sama á við alla hérna. Stoppar á við og ég ætla að hafa sjálfheldu á þessu og opna snertu hérna. Svona. Svo þurfum við að láta þess að hluti heita eitthvað. Þetta er náttúrulega S1 hérna. Þetta er rófar hérna S eitthvað. S2 K1 K2 og til að tengja línuna saman þá bara förum við hérna yfir, kemur svona grænn punktur, smella, kemur aftur grænn hérna, sleppa, smella, sleppa, smella, sleppa, smella, sleppa, smella, inn á miðja línuna eitthvað þar, sleppa, inn á miðja línuna, sleppa. Á þetta virka.
Nú ætlum ég að breyta númerunum á þessum hér og það bara að fara hérna í, kemur svo rauður punktur eða þá að tvísmetla hér á 13 og 14 svona. Og til þess að fá þetta í svona þægilegri stærð til að vinna með þá þetta hérna fit to window, það bara zoomar allt sem í glugganum, allt sem við erum búin að tekna. Svo er náttúrulega að velja hér, zooma bara inn á eitthvað ákveðin hlut, mínus og plus hérna. En ég nota á mikið þennan fit to window og síðan hérna bara hérna á einum. Svo er þetta ít á play hérna og þá er þetta að prófa stýringuna. Og segja að þessi heitir K1, þessi heitir K2, þannig að þeir eru ekkert að vinna saman. K1 þá virkar það og slökkva, kveikja, slökkva. Jæja, smá framhald á hvað er hægt að gera með forritinu útsum. Við kannski klárum þessa tekníku hérna sem að ég var að eiga við. Sko, við viljum alltaf að þetta sé sett upp svona með sama hætti, þannig að það sé ekki allt út allt. Svo þetta er ekki beinni línu hérna. Ég get bæði dreigið þetta upp og ég get líka smellt svona á þetta og ítt á ör upp og bara það, ef ég ítt ör til hliðar það fyrir til hliðar og svo framvegis. Þessi heitir asset og þessi nafn heitir S2, K1, K2 og það er hægt að nota fleiri funksjónir hérna uppi. Þá við allt í forritinu að ef við róum okkur aðeins og hérna stoppum með músabendilin svona yfir, þá kemur nánari skýring á hvað hlut þessi hnappur gerir. Segja hérna single step, simulate until state change, pása. Svona aðeins prófa smá play hérna eða start og þá kemur hérna, það er að íta á stoppnappinn þegar það kemur. Hér er hægt að íta á start en við sjáum að ég get aldrei prófuna mann en í einu. Ef ég vil að halda þessum inni þá held ég bara niður í kontrollknappinu meðan að ég íti á þennan. Þá get ég fært við yfir á hinn og prófa hann líka. Þannig að ef ég held niður í kontroll þá get ég prófa ítt á fleiri en einn í einu. Ok. Og sama sem ég var að segja ykkur hérna, maður stoppar með músina yfir og þá koma þessar funksjónir eða fram hvað svona aðeins annar í lýsing á hlutnum. Og líka ef við hægri smellum á þá er hægt að fá hérna lýsingu á því hvað þetta er. Það reyndar að fá hérna mynd líka en hérna bakvið. Hún segir okkur ekki alltaf nægilega mikið vegna þess að þetta eru myndir úr kennslubúnaðinum hjá þessu Festo fyrirtæki. Já, þá held ég við sem nú komum nokkuð vel að vegum með þetta. Já, ef það þarf að breyta einhverju, færa eitthvað til og svoleiðis, að þá hérna það er ekkert mál
að draga hluti til. Það er hægt að smella hérna á undo, þar sem maður teiknar eitthvað vitlaus á línu og hérna og þarf að hætta við að teikna hana eða eitthvað slíkt, eða hendir í vitlausum hluti eitthvað, bæði þetta eðunum eða gera bara hérna undo. Það er eitt áríðandi atriði sem við skulum enda á hérna, og það er að vista verkefni. Ef við förum bara hérna beint í save, og þá förum við hérna niður í mjög skrýtna möppu. Hún er skoðan í systeminu, stýrikerfinu, mjög skrýtið. Þannig að það er góður siður þegar maður er að vinna í þessu verkefni, í þessu forriti, að velja alltaf hérna save as og vera vissum að vera að vista verkefnið á einhverjum góðum stað. Til dæmis bara að fara hérna í, það er ágætt fyrir ykkur, gera bara möppu hérna á desktop, segjum bara eitthvað Jón Jónsson. Verkefni 2, já, svona. Já, hafið hérna fyrir framan heitið á áfanganum. Betra hefði þau þurfa að senda mér það. Þetta sé nú komið svona í aðalatriðum.